Núna förum við gegnum brot. Byrjum á því að tala aðeins bara almennt deilingu og brot. Við veitum hvað deiling bara við skiptum 20 í 4 jafna hluta, þá fáum við 5 í hvern hluta. Ok, þið vitið það. Þannig að ef við erum með 2 tölur sem heita A og B, þá þetta að tákna deilingu svona. Það líka hægt að tákna það með svona skástriki og svo líka hægt að tákna það með svona tvípunkti. Þetta best, augljóslega. Eitt af það mikilvægasta við deilingu að það má ekki deila með 0. Það 11. boðorðið. Þú skalt ei með 0 deila. Og það nú bara því að það gengur ekki upp. Það af því að ef við myndum leyfa deilingu með 0, þannig að 1 deilt með 0 væri einhver tala sem við getum bara kallað A, þá myndi það þýða að 1 væri A sinnum 0 og A sinnum 0 alltaf 0 eins og við vitum, þannig að þá væri 1 jafnt 0 og ef 1 0 þá lítið varið í stærðfræðin okkar af því að þá bara ekki til nein önnur tala heldur en 0. Þannig að deilum ekki með 0, það svo sem ekki mikil hægt á því nema maður sé að vinna með algebru. Þá gæti maður óvart verið með B hérna undir steki og B gæti verið, og við getum að gleymt því að B getur ekki verið 0. En þá erum við bara að hafa það í huga. Þegar margfaldar saman brot, þá erum við kannski með brotin A deilt með B og síðan brotið C deilt með D. En þá það það margfaldar saman svona, A sinnum C deilt með B sinnum D. Það alveg góð regla. Við þurfum ekki að fara langt í það af hverju það og þetta þýðir líka að ef við erum með A sinnum B sinnum bara talan C, að þá margföldum við hana við bara teljaran. Þá komum við með það. Ok, og svo að lengja brot. Það ef það einhver hagur í því að vera með einhvern annan nefnara heldur en þá sem sagt hægt að margfalda þetta brot með 1, augljóslega, A deilt með B auðvitað 1 sinnum A deilt með B og 1 líka K deilt með K. Ef að K einhver tala sem ekki 0, þá K deilt með K 1. Og þá sem sagt A deilt með B K sinnum A deilt með K sinnum B. Bara eins og 5 aðrir það sama og 10/4 til dæmis. Þannig hér erum við lengt, ef við margföldum bæði nefnara og teljara með þetta nefnari, þetta teljari. Ef við margföldum bæði nefnara og teljara með sömu tölunni, þá kemur út sem sagt annað brot sem hefur samt sama gildi.
Þannig að 5 aðrir og 10/4 eru 2 mismunandi brot en það er samt sama tala. Og það í rauninni, ef við værum að gera dæmi þar sem svarið væri 5 aðrir, að þá væri 10/4 líka rétt svar, en það er samt ekki besta svarið af því að 5 aðrir svona einfaldasta leiðin til þess að skrifa þetta brot. Þannig að þetta heitir stytting. Að stytta brot þar sem 10/4 er ekki fullstytt brot og þar með dálítið óþægileg tala að vinna með, og þá styttum við og fáum 5 aðra. Ok, förum aðeins lengra í þessa styttingu. Eins og áður segir að þá er stytting það að í rauninni deila bæði nafnaróteljara með sömu tölunni til þess að fá þetta brot. Þannig að eins og 5 aðrir og 10/4 og þá eru kannski með 15/6. Hvernig fullstyttir maður það? Þá í rauninni gerir maður 15, það er 3 × 5 og 6, það er 2 × 3. Þannig að þá í rauninni 3 deilt með 3, 3 deilt með 3 er 1. Því að við getum sleppt í að skrifa það og fáum 5 aðra aftur. Ok. Tökum nokkuð dæmi. Styttingu. Við eigum að stytta hérna 4 × 5 + 6 deilt með 4. Ok. Einhverjum getur fundist freistandi að stytta hérna út þennan fjarka á móti þessum hérna fjarka. En það heitir að stytta í lið. Það ekki í lagi, sko. Ef við stytta þetta út 4 × 4 þá fengir maður út 11 sem í rauninni, ef maður hugsar út í það, þá það fáránlegt. Þannig að áður maður byrjar að stytta að þá má ekki vera liðastærð uppástriki eða undirstriki. Þannig að við erum alltaf að þátta bæði uppi og niðri áður maður styttir. En í þessu tilviki þá þetta eru bara tölur, þannig að við þáttum ekkert heldur reiknum þetta bara. 26/4 þannig að 2 × 13 deilt með 2 × 2, 2 styttist út á móti 2 og fáum 13 aðra sem alls ekki 11. Ok. Tökum annað dæmi. Við erum að stytta hérna 2x + 8 deilt með 4. Aftur að þá vill maður ekki stytta þetta út og skrifa bara 2 í staðinn eða stytta þetta út og skrifa hálfan í staðinn, heldur þáttum við uppástriki. Og svo erum við 2 deilt með 4, það er hálfur, þannig að þá kemur hérna svona. 2 deilt með 4 það sama og 1 deilt með 2, þannig að þá erum við búin að fullstytta þetta brot. Tökum enn annað dæmi. Ok, það er x² + x deilt með x² - 1.
Og hérna, alls ekki stytt út fyrir maður búinn að þátta, fyrst að þátta. Nefnar hann þáttan á svona x plus 1 sem x minus 1, það samlokareglan. Tellir hann þáttu við svona x sinnum x plus 1 og þá x plus 1 upp á striki og x plus 1 undir striki, þannig að það má bara láta það hverfa og fáum x deilt með x minus 1. Þannig að þetta það sama á þetta hér. Tökum bara n annað dæmi. Við eigum að stytta 2x y í öðru veldi mínus 6x í öðru y deilt með 18x í þriðja mínus 2x y í öðru. Jæja. Þannig að við bara byrjum á að þátta bæði uppi og niðri. Sjáum að upp á striki hægt að taka út fyrir sviga 2 og x og y og þá hérna inn í sviganum y mínus 3x, ekki? 2x y sinnum y þetta hér, 2x y mínus 3x þetta hér. Ok, og svo byrjum við að taka út fyrir sviga líka niðri, það 2x, ekki? Þannig að hérna stendur 9x í öðru mínus y í öðru. Ok, svo höldum við bara áfram, þáttum þetta. Við erum búin að telja full þáttaður, en það örugglega hægt að þátta eitthvað aðeins betur hér. Það erum við 2x, 3x plus y, 3x minus y, með samlokareglu. Svona. Ok. Þá hérna, þá getum við byrjað að stytta. Við getum stytt tvistin út á móti tvistinum. Við getum stytt x út á móti x-inu. Við getum byrjað að stytta af því að þetta allt margföldun, þetta allt bara þættir, 1, 2, 3, 4 þættir, 1, 2, 3, 4 þættir. En svo spurning, hérna, hér y mínus 3x, en y mínus 3x ekki undir striki. Þannig að, hvað skal ég gera þá? Hérna stendur 3x mínus y og hérna stendur y mínus 3x. Og þá ger ég þá aðtökum að hérna y mínus 3x mínus 3x mínus y. Ekki? Þannig að við margfalda þennan mínus inn í svigan, þá fæ ég mínus 3x sem hér og mínus mínus y sem hér. Þannig að ef maður með svona 2 sviga sem eru alveg eins nema eru báð með mínus á milli og alveg eins nema þeir víxlað, þá hægt að hérna hægt að setja mínus, taka mínus út fyrir sviga og fá þetta hér. Þannig að þessi hérna mínus, ég ætla að setja hann bara fremst, skrifa 3x mínus y hérna og teljarinn 1 og hann var áðan, og bara í staðan fyrir að skrifa y mínus 3x, þá skrifa mínus 3x mínus y og 2x, 3x plus y og 3x mínus y undir striki. Ok, þannig að þá styttum við út tvistinn, við styttum út x-ið og við styttum út þessa hérna 2 sviga. Og eftir stendur, undir striki bara 3x plus y og upp á striki bara mínus y.
Það er búið að stilla það. Ok, svo bara eitt í viðbót sem ég ætla að nefna að það er þetta hér að við erum með 2 brot A deilt með B og C deilt með D og við sem sagt deilum A deilt með B með C deilt með D sem var hægt að skrifa líka svona eða einhvern veginn með svona tvípunkti þannig að þá fáum við A deilt með B sinnum D deilt með C þannig að það snýst hérna við það má endilega pæli því af hverju það er fyrir áhuga saman þannig að þá fær maður brotið AD deilt með BC þannig að ef maður fær þess að dæmi þar sem við erum með tvö brot eða 3 og ef maður stytta þetta hér að þá myndi maður hérna já, komum svo alltaf á eitt strik þannig séð þannig að þá erum við með hérna við getum tekið x út fyrir sviða hér fáum x í öðru -4 þetta er x plus 3 og svo er hérna deilt með broti og þá snúum við því við svo getum við þátt að hérna 2x plus x það er 2 sinnum x plus 3 og 4x í öðru hér ég tek eftir því að þetta deilingamerki á bara við þetta brot ef ég ætla að deila með öllu sem á eftir kemur þá væri svíi hérna utanum ok, þannig að þá í einu skrifi þá ætla ég að gera tvennt þannig að ætla ég að setja þetta allt upp á eitt strik af því að já, það er bara margföldunum á milli brotana þannig að þá bara tel ég upp þættina sem eru í teljaranum og svo ætla ég að þátta x í öðru -4 það er x plus 2 sinnum x minus 2 sinnum x sinnum 2x plus 3 og undirstriki er x plus 3 sinnum x minus 2 sinnum 4x í öðru og þá er bara að byrja styttan x plus 3 fer á móti x plus 3 x minus 2 fer á móti x minus 2 þetta hérna x í öðru hann fer út á móti bæði þessu x og þessu x þannig að það hverfur þannig að upp á striki já og 2 á móti 4 verður 1 á móti 2 þannig að eftir stendur bara x plus 2 upp á striki og bara 2 hérna undir striki